Verið velkomin í safnfræðslu Þjóðminjasafnsins. Ég heiti Jóhanna Og ég heiti Anna-Leif. og við ætlum að vera með ykkur í dag aðeins að tala tóvinnu. Þetta er skrítið gamalt orð það að vinna ullina svo hægt sé að búa til eitthvað úr henni, flík eða klæði. Og við erum stödd á grunnsýningu Þjóðminjasafnsins og hér í kringum okkur eru einmitt munir sem að minna á gamla tíma þegar að flest fólk á Íslandi bjó í torfbæ. Við erum með heila baðstofu, eitt rýmið úr torfbænum og við ætlum að sýna ykkur hérna hvernig baðstofan lítur út. Hérna hjá okkur er ekki gras á þakinu af því að við erum inni, en við erum með svona trégrind og við erum með svona háa burst og við erum með baðstofu með rúmu meðfram langveggjum. Hér er allt sem heimilisfólkið þurfti í sínu daglega lífi. Öll verkfærin sem við sýnum ykkur hérna á eftir, þau eru þarna inni, þarna eru leikföng, þarna eru askar og ýmislegt fleira persónulegt, kistlar til að geyma í eitthvað dýrmætt og fleira. Þetta má allt sjá hérna á grunnsýningunni og við sitjum hérna fyrir neðan málverk sem var reyndar málað einmitt á þeim tíma sem við erum að hverfa tilbaka til. Þetta eru svona 150 ár aftur í tíman og það var danskur málari sem kom til landsins og gisti á torfbæjunum bara heima hjá fólki og málaði málverk af stemningunni á kvöldin og málverkið heitir Kvöldvaka. Og það er einmitt verið að vinna ullina í höndunum og það er verið að sauma út úr bandinu, flétta reipi og lesa og skemmta heimilisfólkinu því það er það sem var gert á kvöldvökunni líka. Það var verið að stytta sér stundir og eiga notanlega stund saman allt heimilisfólkið. Og þau voru öll saman í sama herberginu, þá var hlýtt og gott, þó það væri gnauðandi vindur úti og vetur. En nú ætlar Anna-Leif að sýna mér og ykkur einmitt öll þessi þrep sem tilheyrðu ullarvinnslunni inni í baðstofunni. Það er búið að þvo ullina eftir að hún er rún af sauðkindinni og þá ertu bara með í körfu svona, hvað kallar þetta, reifi? Já, reifi kallast þetta. Og ullin á íslensku kindinni, hún er sem sagt þvegin eins og þú sagðir, en það er samt ennþá í henni smá af svona gras og strá og svoleiðis, en sem er hreinsað burtu jafnóðum, en þú sérð hérna að það er eins og svona krullur eða lokkar í ullinni og ullin er nefnilega þannig samsett hjá íslensku sauðkindinni að það eru 2 lög á hári. Já. Annars vegar það sem kallar tóg, sem að ég held að sé vegna þess að það er hægt að toga það svona af. Já. Og fyrst þarf að byrja á því að taka ofan af, taka tógið af þelinu sem er hlýja og mjúka ullin, sem er þarna undir. Þú skilur þessi 2 lög í sundur. Já, af því tógið og þelið. Tógið er svona regnheldara og sterkara, en það er líka utan á og það er það sem að gerir svona eins og regnkápu á kindinni þegar hún er úti í öllum veðrum, en það stingur þegar þú ert að vinna sem sagt kannski lopapeysu. Já. Og þá viltu kannski ekkert endilega að peysan stingi. Helst ekki. Og þá getur þú tekið tógið svona ofan af og það eru til sko leiðir til þess að sem eru seinlegar að gera þetta á nokkrum dögum og bíða eftir að hárin standi svona upp og hreinsa þetta af í nokkrum umferðum sko. Já, svona til þess að fá virkilega hreint þel þá. Já, og það hefur þá kannski verið notað í nærklæði eða eitthvað svona sem átti virkilega ungbarnaföt kannski. Sérðu hér er svona gras. Og þegar ég er búin að taka svona mest af tóginu af, að þá er komin tími til að því sem ég var með. Þá er komin tími til að mata í kambana.
Og kambarnir eru svona tveir, svona virka svolítið eins og greiður og heita náttúrulega sama nafni og lúsakambar. Það er vegna þess að þetta er svona þétt greiða til þess að kemba. Já. Og þá tek ég annan kambinn og sérðu unga mannin hérna sem situr hérna næst okkur á málverkinu. Hann mitt heldur á öðrum kambinum svona, svo matar maður neðri kambinn af ull, það má ekki vera of mikið, þá kembist náttúrulega ekki, svona. Svo tekur maður efri kambinn og kembir. Já, það sést strax hvernig það byrjar að greiðast úr þelinu. Einmitt, og sérðu, nú er komið svona svipað mikið í báða kambana. Já. Og þetta var víst gert í nokkrum, sko, fyrst var tekið einu sinni og svo er kempt með hinni á móti einhvern veginn. Ég er nú ekki alin upp við þetta, þannig að ég kann nú svo sem bara svona einhvern grunn í þessu. Já, já. Það er skemmtilegt að segja frá því að við einmitt hérna á Þjóðminjasafninu eigum nokkur stykki af svona kömbum og við erum með ull fyrir gestina okkar að fá að pröfa einmitt. Já, einmitt í stofu. Já. En sérðu, nú er þetta tilbúið og ég tek þetta úr kömbunum svona og þá er þetta laust hérna á. Þá get ég tekið það sem að kallast lippa eða lopi. Og þá er þetta að verða tilbúið til þess að spinna. Og þú sér konuna hérna á milli, hún er einmitt með svona á lærinu, svona lippur og hún og svo getur maður sko teygt svo lítið lopan og þá er maður aðeins að undirbúa fyrir það að þetta fari í spuna. Teygja lopan, já, það er svona málsátt. Já, akkurat. Og þegar ég er búin með það, þá, já, hérna er þetta. Þá vantar þig snældu, er það ekki? Þá vantar mig snældu. Sérðu, hér er ég með þessa forláta fínu útskortnu fallegu snældu. Já, hún er falleg. Og snældur eru misstórar og missþungar, en það skiptir örugglega einhverju máli upp á sláttin á þeim, sko. Þegar maður fer að hérna láta þær snúast. Já, hversu lengi hún snýst kannski. Já. Og hún er úr þessum 3 pörtum. Þetta hér heitir hali, en það kallast þetta halasnælda. Já. Svo er hérna þessi skífa hérna sem kallast snúður. Og svo er svona krókur eða lykkja hér sem kallast hnokki, eins og drenghnokki. Og hnokkin er notaður til þess að festa ullina svona. Já, þá kemur hún upp úr miðju, sko. Akkurat í miðjunni. Þá getur maður notað sko miðflóttaaflið til þess að hjálpa sér. Já. Og ullin, hún nefnilega er svo merkileg. Nú sérðu, ég er með alveg óunna ull hérna, ég er bara búin að kemba henni. Já. Þá set ég hana svona yfir höndina. Og þetta tilbúna, þetta er lopi. Þú ert með lopa á snældunni. Hérna, já. Að hann getur nefnilega tengst við ullina sem að ég var að kemba. Bara með því að smám saman grípur, það er nefnilega eitthvað svona töframáttur í ullinni. Að hún sérðu hvernig hún grípur í. Og svo er þetta nú svolítið, sko... Já, verður ekki að standa? Jú, og ekki að prófa að standa. Sko, þá læti ég þetta snúast svona. Og svo jafna ég úr og maður fær nú soldna æfingu, sko. Já. Þetta er nú svolítið byrjandi bragur á þessu hjá mér, en það er allt í lagi. Svona. Og sérðu, þá getur maður gert alveg, með æfingunni, getur maður gert alveg ógulega fínt gagn. Já, þú þarft að stýra því einhvern veginn. Ég stýri því svona, já. Hversu svart bandið verður. Nú er þetta næstu því komið í gólfið, sko. Ó, já. Og þá þarf ég að losa úr hnokkanum og festa hérna upp á snælduna. Svona. Og þá get ég haldið áfram að spinna. Og ég verð að passa að snúa alltaf í sömu átt náttúrulega. Já, skiptir það máli? Já, það skiptir máli. Já. Og þá smám saman verður til band, svona. En eins og sér það, þá er þarna, hvenær sagðir að myndin verður málið? 1861. Þá er konan þarna í miðjunni ekki með
snældu eins og Nei. þessa. Heldur hún komin með rock. Hún að spinna á rock. Já. Sem að sjálfsögðu miklu fljótlegra heldur Já, en að gera þetta. þá stígur með fætinum og getur setið. Já. Já. En það sjálfsagt einhverja þjálfun. Já. Svo sjáum við ekki á myndinni mikið verið að vinna með ull meira nema að unga kona sem stendur upp fyrir ljósið að hún ábyggilega með nál í hendi að sauma út. Já, það lítur þannig út. Já. Hún að nota einu ljóstýrina í baðstofunni til þess að vinna við. Það verið að spara ljósið. Já. En við ætlum ekki að sýna ykkur meira í þessu myndbandi. Við bara bjóðum ykkur að koma í heimsókn í Þjóðminjasafnið og fá að pröfa með okkur og sjá baðstofuna. Takk fyrir. Thank you.